Í dag ætla ég að elda lambahrygg með sólþurrkuðum tómötum. Og eins og þið sjáið þá er ég búin að úrbeina hrygginn hérna. Og búin að taka beinin og ætla að setja þeim í pott og hérna láta þeim alla. Til að byrja með ætla ég að setja smá lambakraft út í soðið. Svo ætla ég að láta malla í 2 tíma. Já, hæ. Hér sjáu þið hrygginn sem ég var að úrbeina áðan. Nú ætla ég að fara að blanda saman í fyllinguna. Og eins og sjáu þá er ég hérna með steinselju, mintu, hvítlauk og sólþurrkaða tómata, svartan pipar og smjör. En ég sleppti ólífunum þar sem enginn vill ólífur sem er að fara að borða hérna. Þá sem sagt blanda ég bara þeim hráfnum saman. Strýpa þetta aðeins. Blanda svo hann saman. Setja smjörið. Ég vil minna á að það er mjög mikilvægt að þú sér hendurnar á hann að gera þetta. Þá er þetta allt vel blandað saman og því næst ætla ég að fylla hrygginn og binda hann. Klippa. Jæja, þá er ég búin að mauka þau mjög vel svona saman og ég er búin að byrja að setja þetta á hérna hrygginn. Það er enda kryddaði hrygginn með íslensku lambakryddi, týnt hérna á Íslandi. Jæja, þetta er komið. Slökkva. Eins og þið sjáu þá þurfti ég að sauma hrygginn saman. Það var svo vel snyrtur að það var bara ekki möguleiki að ná hann saman og hnýta hrygginn. Þannig það er búið og þá kryddum við hann bara aftur innan með íslenska lambakryddinu. Jæja, þá komið að setja lambarygginn inn. Og við ætlum að reikna með að maturinn verður svona 7, þannig að það verður rúmlega klukkutími. Jæja, þá er sem sagt eitt af meðlætunum kartöflur. Ég tók kartöflur og skarði niður í báta og myndaði svona hálfgerða banana. Þannig ég skar bara svona hérna í miðjuna og hliðunum, en á eftir ætla ég að sjóða þær í sykurvatni. Jæja, þá er ég búin að sjóða sósuna niður og sigta hana og ég setti ágætlega mikið af svona krafti, lambakrafti sem er mjög góður. En núna síðum við bara áfram. Já, eins og sjáum það er ég búin að taka lambarygginn úr ofninu og búin að skera nokkrar sneiðar og ég lét að bíða í 15 mínútur. En svona lítur þetta út. Svo er sósan hérna. Bara setjum við smá sósu yfir. Þá er þetta komið.